Góðan daginn. Ég náttúrulega svo stundvísa, vil helst byrja allt á réttum tíma, helst myndi ég vilja byrja allt 5 mínútum á fljótt, en það hendar ekki alveg öllum. En verið velkomin á ársfund Háskólans á Akureyri 2025, þetta minn fyrsti ársfundur, þannig að ég ennþá að læra svona hvað maður á að gera, hvað maður ekki að gera. Til dæmis var við að segja mér áðan, byrja 2 mínútum að ég þarf að byrja því að skipa fundarstjóra. Ég held að það væri bara automatist. Þannig að ég ætla að byrja því að bjóða ykkur velkomin og skipa stinga við því að Hildur Friðriksdóttir verði fundarstjóri fundarins og ef það er engin mótmæli eða mótframboð þá bara býð ég Hildi velkomna í pontu. Takk Hildur. Já, góða gestir. Við erum hjartanlega velkomin á ársfund Háskólans á Akureyri vegna starfs ársins 2024. Við byrjum á svona praktískum atriðum, við viljum biðja ykkur vinsalast að slökkva á farsímum eða að minnsta kosti taka hljóðið af svo að við fáum ekki óvæntan glaðning hér inn í miðjum fundi. Ég heiti Hildur Friðriksdóttir og ég mun stýra þessum fundi og ég vil vekja athygli ykkar á því að þessum fundi streymt á netinu og auk þess verður hann tekin upp og verður því aðgengilegur á YouTube rás Háskólans fljótlega eftir að fundi lokið. Dagskráin sem fyrir fundin liggur með nokkuð hefðbundnu sniði. Við munum hefja fundin á að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, segir nokkur orð. Þar á eftir mun Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra ávarpa fundin og því næst kemur í pontu Hólmar Erlur Svansson, framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu sem fer yfir ársreikning Háskólans á Akureyri fyrir árið 2024 og að því loknu þá verður boðið upp á spurningar bæði utan úr sal og á netinu og þar verður bæði hægt að spyrja út í efni ársreikning sem og erindi rektors. Því næst verður sýndur leikandi léttur Arnold fyrir árið 2024 og verður sýndur hér á skjánum fyrir eftir mig og þá tekur við örkynning rannsakanda sem verður nánar kynntur þegar þar að kemur. Í kjölfarið mun Áslaug rektor halda erindi viðhorf til háskólans og formlegri dagskrá lýkur svo með því að starfsfólk háskólans verður heiðrað og að dagskrá lokinni þá verður skálað hér í miðborg fyrir nýfenginni heimild skólans að bjóða upp á doktorsnám í bæði sálfræði og menntavísindum þar sem Guðrún Rósa Þorsteinsdóttir, forstöðumaður miðstöðvar doktorsnáms og stjórnsýslu rannsókna segir nokkur orð. Og þar verða einnig í boði léttar veitingar þannig að við hvetjum ykkur til þess að mæta þangað. Og að þessu sögðu þá segi ársfund Háskólans á Akureyri settan og býð Áslaugu Ásgeirsdóttur aftur hér upp í pontu. Takk Hildur. Takk Hildur, það er eftir mér að brjóta þetta. Ráðherra og aðri góði gestir, verið hjartanlega velkomin á ársfund Háskólans á Akureyri fyrir starfsárið 2024. Og takk kærlega fyrir að taka frí frá 25 stigi hita og glampandi sól til þess að vera hérna innanhús. Ég bara kann að meta það. Ég var ekki alveg viss hvort það yrði ykkur hérna. En það okkur mikill heiður að fá Loga Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólamálaráðherra hinga til okkur í dag. Vertu hjartanlega velkomin og við hlökkum til að heyra ávarp þitt núna hér og eftir. Brátt líkur fyrsta ári mínu hér sem rektors og eins og ég bjóst við þá hefur þetta verið skemmtilegir og lærdómsríkir mánuðir. Ekki alveg lausir áskoranir. Og aðeins ég sé að týna til sérstakar áskoranir þá held ég að Myklan náttúrulega sé kannski á borgum sé náttúrulega kannski efst í hugum okkar flesta. Ég mjög þakklátt fyrir þann móttöku sem ég fengið hér frá HA, hér á Akureyrasvæðinu og í íslensku stjórnsýslu. Ég líka mjög þakklátt fyrir þann kraft og þekkingu sem býr innan háskólans og þeim velvilja sem ég finn í garð skólans því að hann yfirleitt óumdeildur. Þetta gerir starf mitt svo miklu skemmtilegra. Og svo til að svara spurningu sem ég fæ alltaf, þannig að þið getur farið að breiða út boðskapinn, mér finnst mjög gott að búa á Akureyri. Bara svona, það sé hérna tekið fram. Eins og Hólmar á eftir að koma inn á eftir að þá stendur háskólinn ágætlega fjárhagslega. Við leggjum ríka áherslu á að vanda til verka í fjármálagerð og vanda í rekstri og höfum á síðustu árum verið markvisst að fjárfesta í ýmsum stefnumótandi áherslum.
Það hefur skilað sér í sterkari stoðum, vaxandi námi og háskóla sem laðar að sér fleiri stúdenta ár frá ári og eru þeir núna 2800. Skólinn hefur vaxið tiltölulega ört undanfarin ár og það vitnisburður gæði námsins og hvernig við höfum þróa fjarnám sem býður fólki upp á það að geta stunda námið hvar sem er. Þessi vöxtur hefur líka þýtt fleira starfsfólk og aukna fjölbreytni í námsframboði. Þetta helst nefnilega allt saman í hendur. Fjölgun stúdenta sem að ég ger alveg ráð fyrir að halda áfram býður upp á tækifæri. Nýtt fjármögnunarlíkan háskóla gagnsærra en fyrir NRS og hjálpar okkur til að taka stefnumótandi ákvarðanir. Þetta þýðir að við getum farið að leggja grunninn að framtíð sem byggist á stærri og enn öflugri háskóla. Íslendingum fjölgandi og það sjálfsagt að áætla að nemendum okkar muni halda áfram að fjölga. En hvernig eigum við að búa okkur undir það? Ný stefna skólan sem var samþykkt núna í janúar en fólk var að vinna í því undanfarið 2-3 ár eitthvað svoleiðis. Ég tók við henni svona 90% tilbúinni, bara svo það sé sagt. Að hún leggur áherslu á að við Háskólann á Akureyri sé bóði fjölbreytt námi í grunnnámi, meistarnámi og í doktorsnámi sem tekur mið af þörfum samfélagsins og atvinnulífsins. Þetta felur í sér í framtíðinni þróun nýrra námsleiða og aðlögun náms að breyttum aðstæðum og slík vinna mun laða að sér fleiri nemendur með mismunandi bakgrunn og áhuga. Við eflum háskólan líka með því að tryggja jafnt aðgengi að námi, óháð búsetu, bakgrunni, fötlun eða öðrum aðstæðum. Með því að auka aðgengi og stuðla að fjölbreytileika í nemendahópi getur háskólinn náð til breiðari hóps og þannig fjölgað nemendum. Frekari styrking meistara og doktorsnám eflir samstarfið innlenda og alþjóðlega háskóla, rannsóknarstofnanir og atvinnulíf. Með því að tengja námið betur við raunverulega þarfir samfélagsins og atvinnulífsins verður námið meira aðlaðandi fyrir hæfileikaríka stúdenta í leitað hagnýtu og markvissu námi. Þannig fjölbreytt námsframboð, aðgengi fyrir alla og sterk tenging við samfélagið lykilatriði í nýrri stefnu skólans okkar og vinna okkar í þágu stefnunar mun styrkja okkar stöðu okkar sem leiðandi mennta- og vísindastofnun á norðurslóðum. Og hvernig gæti stærri háskóli litið út? Mér langar aðeins að biðja ykkur um ímyndur það að við varum með 5.000 nemendur. Það svolítið langt frá 2800, en þetta ekkert rosalega fjarlæg hugmynd. Ef við horfum til næstu 10-15 ára þá meðal spá hagstofunum það að Íslendingum fjölgi verði 500.000. Eitthvað þessari aukningu hlýtur að skila sér til okkar. Og við þurfum að fara að huga því á næsta ári og næstu árum að leggja grunninn að fjölbreyttu námsframboði bæði í fjarnámi og jafnvel að fara að huga aftur að staðnáminu. Sameiningin við Bifröst gæti hraða þessari þróun að fjölga nemendum en við höfum líka alveg burði til þess að ná þessu markmiði sjálf, svo þessi sagt. Síðan ég hóf störf sem rektor hef ég rætt við marga innan og utan veggja háskólans sem vilja að fleiri stúdentar komi til Akureyrar í nám. En núna eru svona 800 stúdentar sem eru búsettir hér. Hvernig vinnum við markvisst að aukningu án þess að það komi niður á fjarnáminu sem við tryggið aðgang að námi óháð búsetu? Við höfum verið leiðandi á Íslandi í því svo lengi. Það aukin áhugi á staðbundnu námi, sérstaklega hjá ungu fólki sem vill upplifa námsárin í sterku samfélagi. Einnig ákall frá íbúum svæðisins sem vilja sýnilegra háskólasamfélag í nærumhverfi sínu. Stærri skóli býður þannig upp á frekari möguleika til að skilgreina staðbundið nám betur. Til að mæta þessum væntingum þurfum við að hefja samtal það hvernig við eflum hlutverk Akureyrar og drögum nemendur hingað. Hvaða greinar höfða til ungs fólks? Hvar eru tækifæri til nýsköpunar í námi? Getum við elt núverandi námsbrautir? Hvað með að þróa nýja námsbrautir, jafnvel þverfaglegar, og laða fleiri stúdentar norður? Væri hægt að bjóða upp á Önn og Akureyri, samhliða fjarnáminu? Það eru alls konar hugmyndir sem hægt að fara að skoða. Fleiri stúdentar þýða náttúrulega fleira starfsfólk og þurfum við þá sérstaklega huga því að fá akademískt starfsfólk norður. Við sem búum á Akureyri vitum að hér gott að vera. Hvernig nýtum við þá þekkingu í að laða fólk með doktorsgráður norður á næstu árum? Það alveg svona aldursdreifing starfsfólks háskólans þannig að það að fara í gang svona mikil endurnýjun, þannig að við þurfum svona að fara að huga þessu mjög alvarlega. Og
tengt því hvernig búum við þá nýju starfsfólki góðan vettvang til að ná árangri á sínu sviði. Ég veit að þetta eru mjög margar spurningar. Er ég að íta hérna? Já, ok. Ég er búin að eyðileggja allt saman. Þetta lagast einhvern veginn. En ég veit að þetta eru margar spurningar, en það þarf að standa vel að svona verkefni sem tegir nýja stefnu háskólans í átt að tryggja áframhaldandi gæði fjarnáms og að byggja upp sýnilegra staðnám á Akureyri. Á sama tíma þurfum við að horfast í augu við þær áskoranir sem blasa við í íslensku háskólaumhverfi. Stúdentar á Íslandi vinna mikið með námi sem gerir þeim erfitt að mæta í tíma ef við erum að hugsa uppbyggingu staðnáms. Það er því gleði efni að ráðherra háskólamála hefur sagt að það ætti að vera eðlilegt að ungt fólk gæti helgað 3-5 árum af lífi sínu í nám og boða breytingar á námslánakerfinu til að styðja við það markmið. Stækkandi háskóli þarf markvisst að huga að frekar í húsnæðisþörf og þar þurfum við líka stuðning stjórnvalda. Það er ekki fyrirhuguð frekari fjárfesting í háskólakerfinu á næstu árum og í lok kjörtímabils núverandi ríkisstjórnar er stefnt að því að háskóla landsins sýni aukið aðhald í rekstri. Ég er alveg hreinskilin með það að þessi þróun er áhyggjuefni. Háskólarnir bera hitann og þungan í þekkingarþróun þjóðarinnar og eru nátengdir nýsköpun. Sú fjárfesting leiðir til fjölbreytislegt atvinnulífs allt land. Framtíð háskólamenntunar krefst framtíðarsýnar og stuðnings að hálfu stjórnvalda. Sérstaklega er launaþróun þeirra sem vinna hjá opinberum háskólum áhyggjuefni og á þetta við bæði akademíuna og stoðþjónustuna. Ég held að við vitum það öll hérna inni að launaþróun í þessum störfum hefur einfaldlega ekki haldið í við önnur störf. Þau sem að taka fyrstu skref sinni í akademíunni, hvort sem doktorsnemar eða nýráðinni lektorar, finna sérstaklega fyrir þessu. Þetta þýðir á endanum að við löðum ekki til okkar endilega fólk í doktorsnám eða það verður erfiðar að ráða nýtt fólk. Þetta þurfum við að fara að skoða. Ef Ísland vill háskóla í fremstu röð, þá verðum við að tryggja að fólk vilji rannsaka, kenna og skapa nýja þekkingu. Við erum þó heppin hérna á Akureyri að hjá okkur vinnur frábært fólk sem tryggir stúdendum okkar gott nám. Háskólinn á Akureyri er góður vinnustæður og við leggjum ríka áherslu á að hlúa að okkur starfsfólki, en það nægir ekki eitt og sér. Við þurfum samkeppnishæfari kjör. Þetta starfsfólk leggur grunninn að því að halda áfram að þróa háskóla sem hefur víðtæk áhrif bæði á landsvísu og í nærsamfélaginu. Þrátt fyrir þetta, góðu gestir, þá finnst mér framtíð háskólans Akureyri vera björt, en hún krefst áræðni, metnaðar og samstarfs. Við lökkum til að eiga samtal við okkur nýja stefnu háskólans og hvernig við náum markmiðum hennar. Takk fyrir. Bara að fá staðfestingu á, er ekki alltaf lægi með streymið? Hvað eru Sólveig María? Já, allt er góð. Já, þannig að þú náðir ekki alveg að klúðra þessu. Takk fyrir þetta, Áslaug. Þá vil ég bjóða velkomin næstan í pontu Loga Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Gjör svo vel, Logi. Ágæti rektor, kæru fundagestir. Það er auðvitað mikill heiður að fá að ávarpa ykkur í dag hér á ársfundi Háskólans á Akureyri. Skóla sem hefur vaxið og þróast og dafnað með hverju árinu og er nú á fleygiferð inn í nýja og skemmtilega framtíð. Það urðu ákveðin tímamót 1. júlí síðastliðinn þegar að doktor Áslaug Ásgeirsdóttir var skipuð rektor Háskólans á Akureyri og við fögnum því að þetta fá inn reynslumikinn leiðtoga með skýra sýn og ferska vinda að starfsemi skólans. En jafnframt þá vil ég líka nýta tækifæri til þess að þakka Eyjólfi Guðmundsssyni innilega þakkir fyrir ómetanlegt framlag til háskólans á liðnum áratug. Hann hefur leitt skólan af mikilli festu og fagmennsku frá árinu 2014 og það eru auðvitað sannarlega djúp spor sem hann skilur líka eftir sig. Við vitum auðvitað öll að öflugir háskólar eru burðarstoð samfélagsins, en sérstaklega á landsbyggðinni þar sem þeir gegna líka margvíslegu hlutverki. Háskólinn á Akureyri er ekki einungis menntastofnun,
Hann atvinnuskapandi, hann dregur fjölskyldur að sér, hann skapar líf og nýsköpun og hann tengir sérþekkingu við daglegt líf fólks á svæðinu. Hann gerir líka landsbyggðina að raunverulegu valkosti fyrir fólk og fyrirtæki. Það skiptir nefnilega máli að fólk geti menntað sig þar sem það á rætur eða farið burtu og lært þar en hafi að einhverja hverfa þegar það kemur heim. Skóli eins og þessi skiptir máli fyrir atvinnulífið sem þarf að hafa aðgang að sérfræðingum, rannsóknum og samstarfi við háskóla sem að skilur samhengi sitt og þekkir samfélagið sem að hann þjónar. En það skiptir líka máli fyrir allt svæðið, bæði Akureyri og allt Norðurland, að hér sé öflugur skóli og ég man það alveg sjálfur þegar ég fer héðan rúmlega 20 til útlanda í nám og langaði ekkert endilega sérstaklega að koma aftur í bæinn minn, en það kom mér á óvart þegar ég kom, hvað hann var gjörbreyttur bara á 5-6 árum og ég held að tilkoma háskólans hafi ekki spilað minnst hlutverk þar. En við horfum núna fram á við og í tíð fyrir ríkisstjórnar þá hófst vinna við að undirbúa mögulega sameiningu Háskólans á Akureyri og Háskólans á Bifröst og í nóvember síðastliðnum var skrifað undir samkomulag nýtingu 200 milljóna króna úr samstarfssjóði háskólana sem ætlaður í undirbúning og framkvæmd sameiningarinnar. Þessi vinna heldur áfram og verkefni hefur þróast hratt og með skýra áætlun þar sem að lögð verður áherslu á samræmingu lykilkerfa á borði kennslu, upplýsingatækni, mannauðskerfi sem og aðlögun að námsframboði og rannsóknum. Á þessu ári var jafnframt ráðinn verkefnastjóri til að styðja við ferlið sem að undirstrikar faglegan og velskipulaðan undirbúning að hálfu skólana að þessu mjög mikilvæga en vandasama verkefni. Markmiðið skýrt að stofna nýjan opinbera háskóla með höfuðstöðvar á Akureyri en starfsstöðvar víða land og metnaðarfulla stefnu sem að byggir á framúrskarandi kennslu, öflugum rannsóknum og aðgengilegu fjarnámi. Sameiningi snýst ekki að sameina til þess eins að sameina. Heldur kannski fyrst og fremst til þess að skapa ný tækifæri fyrir íslenskt háskólasamfélag. Ég hef lagt áherslu á það allt frá því að ég kom inn í ráðuneyti fyrir hálfu ári að hagræðing megi aldrei verða megin markmiðið í slíkri vinnu. Heldur hún leið af sér sterkari heild sem að getur mætt fjölbreytari störfum, stúdenta og starfsfólks og veitt raunverulegt val hvar fólk býr, lærir og starfar. Sameiningin þess vegna ekki einungi stjórnskipulegt ferli, heldur samfélagslegt tækifæri og þar þarf byggðarfestu hlutverk skólans áfram að leika lykilhlutverk. Stjórnvöld hafa ákveðið að veita 250 milljónum króna í stofnframlag í nýjan rannsóknarsjóð sameinaðs háskóla ef að verður sem að voni standa til að geta vaxið þegar að fram í sækir. Þetta lykilskref til að efla rannsóknarteymi, styðja við stoðkerfi rannsókna og auka möguleika háskólans að því að taka þátt í alþjóðlegum rannsóknarverkefnum. Samkvæmt reiknilíkani sem að ráðuneyti vinnur eftir og ræður framlögum til háskóla einmitt lögð mikil áhersla á slíka þáttöku. Ekki aðeins fjárhagslega, heldur einnig hvað varðar gæði kennslunar, rannsóknarvirkni og samfélagslegt hlutverk háskólana. Þetta því fjárfestingi í framtíðinni sem verður að skila okkur faglegum ávinningi, aukinni samkeppnishæfni og síðast en ekki síst byggðarfestu og framtíð fyrir landsbyggðarnir í landinu. En við þurfum að muna það að þó að hér séu 7 háskólar í landinu þá eiga þeir ekki fyrst og fremst í samkeppni sín á milli. Háskólarnir eins og Háskólinn á Akureyri og aðrir þeir eiga fyrst og fremst í samkeppni við háskóla út í heimi og allan heiminn og þess vegna skiptir máli að við mætum til leiks í þessari alþjóðlegu samkeppni sem að við erum stödd í af miklu meiri þunga heldur við kannski höfum áður geta gert. Kæru gestir,
það auðvitað mjög ánægilegt, þetta var mjög ánægilegt fyrir mig, þó ég hafi nú sem ekki beint komið að því og ekki mikinn heiður að því, að fá að undir þetta spjöld sem að gerði háskólanum kleift að hefja doktorsnám í menntavísindum og sálfræði. Og nú hefur háskólinn ykkar náð að setja svona í sinn hatt þær flestar fjaðrir á þessu sviði sem að hægt og einungis eru 1 eða 2 kannski námsleiðir eftir. Þannig að þetta ánægilegt. En Háskólinn á Akureyri hefur einnig verið í fararbroddi í menntun lögreglu og hjúkrunarfræðinga, 2 fagstétta sem lykill að öryggi og heilbrigði allra landsmanna. Síðan 2016 hefur skólinn boðið upp á nám í lögreglufræðum sem að nú spannar bæði starfsnám og háskólanám til bakkalárgráðu. Fjármögnun 3. námsás mjög mikilvægt skref til að styrkja fagþekkingu innan lögreglunar og opna frekari leiðir til framhaldsnáms. Með það leiðarlegu séu þetta að byggja upp öfluga og velmenntaða löggæslu allt land. Þá hefur skólinn líka brugðist við aukinni þörf fyrir hjúkrunarfræðinga í takti við mannfjölgun og auðvitað öldrun þjóðarinnar með því að fjölga nemendum og auka námsframboð í hjúkrunarfræði. En eins og hið ágæta orðtiltæki segir, barni vex en brókin ekki, þá það á svo sannarlega við hér, skólinn glímir nú við eins og rektor sagði ákveðin þrengsli og framtíða þörf, en kannski í augnablikinu einkum hvað varðar hermisettur sem að gegnir lykilhlutverki í nútímalegri hjúkrunarkennslu. Framkvæmdasýslan hefur unnið þarfagreiningu fyrir nýtt hermisettur og kennslu- og skrifstofuhúsnæði og nú verið að skoða með hvaða hætti verður hægt að koma því fyrir á háskólasvæðinu. Og við í ráðuneytinu leggjum mjög ríka áherslu á að það verið unnið að þessum lausnum nú í nánustu framtíð. Og talandi framtíðina, í liðinni viku bárust okkur fréttir af því að Háskólinn á Akureyri hefði gert 2 ára samning aðgang að rannsóknartólinu SITE sem að nýti gervigreind til að greina heimildir, draga fram samhengi og auka gagnsæi í vísindastarfi. Tóli verður aðgengilegt öllum innan háskólans og með því skapast ekki aðeins aðstæða til að efla rannsóknir og gagnrýna hugsun, heldur einmitt líka raunveruleg tækifæri til þess að þróa og aðlaga nám og kennslu að þeim veruleika sem að þróun gervigreindar skapar. Og mér finnst þetta að vera skynsamleg nálgun á þessari gervigreinda öld sem við erum að stíga inn í. Að í stað þess að banna tól og tæki sem eru öll aðgengileg hefur háskólinn ákveðið að taka þau í þjónustu sína. Kenna fólki að nýta tæknina á ábyrgan hátt, þannig hún auðvelda okkur lífið, eflir rannsóknir og kennslu og leið og við lærum að vinna með takmarkanirnar. Gervigreindin nefnilega alls ekkert á förum og hún mun vafalaust ryðja sig til rúms á fleiri sviðum mannlega samfélags á komandi árum. Hún þegar farin að skapa margvísleg tækifæri, ekki síst fyrir örþjóð eins og okkar, en leið, þá verðum við líka að muna að gervigreindinni fylgja ógnarstórar áskoranir sem við verðum að tækla ef það á ekki bara mjög illa að fara. Og nægir að nefna hvers konar upplýsingar, óreiðu, fölsuð myndbönd og hljóðbrot sem að eru orðin svo raunveruleg að jafnvel færustu augu eiga erfitt með að greina hvað rétt og rangt. Stundum hefur verið talað að lygin ferðist hálfan hnöttin áður en að sannleikurinn ná að reima á sig skóna og þegar að kemur að gervigreindinni þá sannleikurinn líklega ekki komið fram úr rúminu. Þannig að þetta bara hlutur sem við þurfum raunverulega að hafa áhyggjur á sama hátt og ég átta mig á því að þetta tækni sem ekkert valkvæð, hún unir ekki landamærum eða sýslumörkum, en við þurfum að nota hana á ábyrgan hátt sem sagt. Og í þessu umhverfi þá leika háskólarnir auðvitað algjört lykilhlutverk. Þeir eru bæði vettvangur þekkingasköpunar, gagnrýnar hugsunar, nýsköpunar og samfélagslegra mótunar. Háskólar eru burðarás lýðræðislegra gilda og drifkraftur framfara.
Það endur engin tilviljun að við lítum til háskólana þegar við ræðum framtíðarsýn okkar fyrir Íslands samfélag. Því án traustrar undirstöðu byggðir á rannsóknum, gagnrýni og siðferði vefst framtíðin fyrir okkur. Þess vegna nauðsynlegt að við sem stjórnvöld styðjum við háskólastarf með skýrum hætti, með fjárfestingum, með samvinnu og með því að hlusta þegar vísindi tala. Ég heyri það sem rektor segir vandkvæði varðar fjármögnun háskóla til framtíðar og ég meðvitaður það og ég vil leggja þeirri baráttu lið. Í augnablikinu þá öllum ljóst að ríkisstjórnin með aðhaldssama stefnu. En hún nauðsynleg til þess að við getum einmitt byggt þá grunninnviði upp aftur sem við höfum vanrækt til þess að geta byggt sterkari stoð fyrir framtíðina. Þannig að ég skil, ég heyri og ég sammála. Við vitum líka að áskoranir eru fjölmargar og þær fæðast ekkert í tómarúmi. Þær sprettur opnum samtölum, gagnrýnum spurningum og frjálsri hugsun. Þær spretta héðan, ekki síst, innan úr háskólasamfélaginu. En kæru vinir, það stundu sagt að það sé auðveldara að færa fólk að tækifærum en færa tækifærin að fólki. En með öflugum háskóla á landsbyggðinni getum við nefnilega gert hvoru tveggja í senn. Við sköpum tækifæri þar sem fólkið og þannig byggjum við upp dreifða þekkingu, dreifðan styrk og jafnari möguleika fyrir alla. Háskólinn á Akureyri hefur á fáunum áratugum vaxið úr litlu menntasetri í alvöru afl innan íslenska háskólakerfisins. Og nú stendur hún á tímamótum þar sem nýr rektor tekur við keflinu, það blasa við ný tækifæri í formi samstarfs og það blasa við ný tækifæri í formi uppbyggingar. Þetta ekki aðeins verkefni skólans, þetta verkefni okkar allra, þetta verkefni stjórnvalda, samfélagsins og atvinnulífsins. Ég vil þakka ykkur öllum sem hafa komið af starfi skólans í gegnum tíðina fyrir ómatalegt framtak og við fögnum auðvitað því sem hefur áunnist hérna og lítum björtum augum fram á við. Því að hér í samstarfi við ykkur mótum við helst framtíðin okkar. Takk. Já, takk kærlega fyrir þetta, Logi. Næstur á svið Hólmar Erlu Svansson, framkvæmdastjóri Háskólaskrifstofu sem fer yfir ársreikning 2024 og hér kannski ágætt að taka fram að það ekki verið að leggja fram ársreikningin til samþykktar. Það búið að gera það á öðrum vettvangi, heldur hann hér eingöngu lagði fram til kynningar. Gjör svo vel, Hólmar. Ráðherra, ágætu ársfundagestir. Og það þetta aðeins hérna megin. Já. Eins og Hildur sagði þá ætla ég að fara aðeins í gegnum ársreikningin en ég ætla líka aðeins að ræða ákveðna framtíðarhorfur varðandi fjármögnun og samanburð við háskóla í Evrópu. Ef við byrjum á rekstrarreikningnum þá sjáum við ef við byrjum hérna neðst bara, þá sjáum við að afkoma ársins var neikvæð 14 milljónir rétt tæpar. Við áætluðum að vera einar 7 milljónir yfir í árslok, þannig að í rauninni erum við með verri afkomu rétt liðlega 20 milljónir. Heildarveltan okkar jókst 12 milljónir en heildargjöldin jukust 10% og niðurstaðan töluverð bót frá árinu á undan. Ef við skoðum aðeins tekjurnar þá sjáum við að framlag ríkisins 77% af heildartekjum okkar og hækkar tæp 10% á ári. Þarna nýtt reiknilíkan komið að hluta inn til viðmiðunar sem að viðurkenndi ákveðið umfang Háskólans á Akureyri og því erum við að sjá þarna verulega aukningar. Nú, það sem heitir þarna aðra tekjur eru skráningagjöld sem að hækka 4% á milli ára, það liggur fyrst og fremst í bara fjölda nemenda. En það var áhugavert að ég
fletta eins upp á því hvað skráningagjöldin vega. Í dag vega þau 4% af heildarfjármögnun okkar, en þau eru mikið lengra aftur en 2020, þá voru þau 6,5%. Þannig að þau vega sífellt minna. Seld þjónusta fyrst og fremst tekjur þjónustu eininga okkar sem að selja námskeið gegnum símenntun og sérfræði þjónustu og sá hluti líka að aukast. Framlög og ýmsar tekjur eru ýmis konar framlög og styrki sem að koma til okkar, til dæmis Erasmus sem að rúlar þá aftur út. Sjáið í músina mína, nei, sannlega ekki. En þið sjáið þetta framlög og tilfæslur efsta liðin í gjaldafæslum og þar rúlar margt af þessu út aftur. Nú, þessi síðasti liður tekjufæsla fresta að tekna, það bókhaldsæfing sem fer bara fram og tilbaka, sérstakt framlag til að borga afskriftir. Nú, ef við skoðum gjaldaliðina, þá sjáum við laun og launatengt gjöld sem að hækka 9% á milli ára og eru 66% af okkar heildar útgjöldum. Annar rekstrakostnaður hækkar 12% á árinu og við skulum þá kíkja aðeins betur á það. Hér sjáum við hækkun í húsnæði, það svo húsaleiga, þeir samningar sem að við höfum og bara hækkun sem það tekur. Þetta ekki viðbótar húsnæði eins og hefur verið rætt, þörf á. Þetta bara hækkun núverandi leigusamninga. Aðkeypt þjónusta að hækkun 14%. Þarna þetta töluvert mikið. Þarna ýmis konar hugbúnaðarleyfi, uppsetning og sérfræði þjónusta sem hefur verið hækkað verulega á undanförnum árum. Bæði erum við að tala Microsoft samninga, eins skrítið og það eftir því sem það verður miðlægari innkaup á Microsoft sem ætti að leiða til hagræðingar, þá hækkar kostnaður háskólans, verður stöðugt dýrari og dýrari liður. Aukinn varanlegu kostnaður komið til vegna öryggisbrest sem við urðum fyrir nokkrum árum og hann heggur þarna djúpt skarð líka. Uglureksturinn tekur sitt og svo auðvitað ýmis konar kostnaður við þarfagreiningar við húsnæði og meðal annars vegna myglu og ýmislegt fleira. Ferðir og fundir hækka 7,5%. Ég hef nú ekki sundurliðun á þessu hvort þetta eru ferðir sem fjölgar og þetta eins og margt annað, það góð hlið og slæm hlið. Ég meina það í sjálfu sér ekki markmið okkar að fjölga ferðum, en það markmið okkar að auka erlent samstarf og ná samstarfi sem að gerir okkur kleift að fá styrki. Þannig að vonandi hefur þetta skilað okkur árangri. Hins vegar má velta fyrir sér hvort að brotthvarf næs mitt ár 2023 hafi aðeins haft áhrif til hækkunar á einingaverðum, því að það var verulega mikið ódýrara fyrir okkur að fara til útlanda gegnum Kaupmannahöfn. Nú, það sem við sjáum svo annað þarna eru rekstrarvörur, þær hækka verulega og þetta fyrst og fremst eða svona stærstu liðin, þetta svona sitt hvað, en það eru verulega hækkanir í keyptum matvörum og svona rekstrarvöru því tengdum og það vegna bara góðs árangurs í mötuneytinu okkar og þeirri traustverslun sem við höfum sett upp þar sem orðin bara verulega vinsæl þjónusta hjá okkur. Ef við förum það yfir í efnahagsreikninginn, þá nú kannski svona fátt sérstaklega athygli vert. Handbært fé sjá menn að hækka verulega mikið á milli ára úr 32 milljónum í 144. Þetta í rauninni bara staða inn á ákveðnum bankareikningum hjá okkur. Við höfum engan hag af því að liggja með peninga. Þessu fjármagni stýrt á milli opinberra stofnana, þannig að það sé hægt að fá sér mestu vextina fyrir það fé sem þarf og bara rétt eftir áramót voru borgaður út 120 milljónir inn í ríkissjóð aftur. Annað í þetta gerir þá samtals þessar eignir, já ég vildi nefna þarna sem ég gerir nú alltaf þessar eignarhlut í öðrum félögum, þetta eru bara þekkingavörður og RH-netið sem við eigum aðild að á bókfærðu verði. Nú svo erum við með eignir samtals 865 milljónir og skuldamegin lítið áhugavert að ræða, þær eru samtals 790 milljónir sem skilir þá eftir hjá okkur eigið fé, hreina eign upp á 145 milljónir sem að gott en líka ljóst að engin verulegur öryggispottur fyrir okkur ef eitthvað bjátar á. Bara svona, þetta kannski svona hálfsmánaða laun til þess að setja þetta í eitthvað samhengi. Þannig að þetta auðvitað lítið fé. Nú annars ætla ég bara að vísa á ársreikningin hjá ríkisreikningi, þar getur maður skoða þetta nánar og ítarlegar og eins vil ég hvetja ykkur til þess að kíkja inn á opna reikninga og þar getið skoðað einstaka reikninga í flestum liðum hvað sem við kaupum inn
og getur verið mjög áhugavert. Nú eins og ég nefndi, mér langaði aðeins að fjalla svolítið svona samanburð við erlenda háskóla og við erum aðili að samstarfi sem heitir European University Association. Þeir vinna reglulega rannsóknir á fjármögnun háskóla og það er áhugavert að svona kíkja aðeins á okkur í samhengi við alla þessa stóru skóla út í heimi. Ef við byrjum á rekstrakostnaðinum, þá sjáum við hér að launakostnaður okkar er mjög sambærilegu með við önnur Evrópulönd. Hér sundurgreina það milli akademíu og svona stóð og stjórnsýslu og þar sjáum við að hlutfalli hjá þeim er 41% eða í rauninni 65% af launakostnaði í evrópskum skólum, en þetta er 67% hjá okkur. Svo sjáum við að húsnæðisliðurinn er töluvert dýrari hjá okkur heldur en almennt gerist í skólum, en aftur annar kostnaður hlutfallslega lægri. Ef við skoðum tekjuhliðina, kannski smá fyrirvari hér, ég sýni þennan samanburð af því eins og ég ræddi áðan að reiknilíkani var þarna detta inn og þetta er sýnt eins og reiknilíkani hafði verið að fullu virt 2024 en það var svona yfirgangsár og það er algjörlega komið inn núna. Þannig að þetta er sýnt þarna sem í rauninni samkeppnisframlag á milli skólana sem það er í núverandi reiknilíkani. Og þá sjáum við að það er verulegur munur á þessu, þarna er meiri grunnfjármögnun almennt í Evrópu og svo til viðbótar samkeppnisþáttur. En þeir eru með fjölbreyttari tekjustrauma og við sjáum líka eins og til dæmis bara öflun rannsóknar, eins og þetta sem heitir samkeppnisframlag opinbert erlendis. Ef við aukum það, þá höfum við líka áhrif á reiknilíkanið. Þannig að það er svona ákveðin tvítalning þar inni, en því það er inn í reiknilíkaninu hversu vel okkur gengur að afla inn í það. Hér sjáum við aftur skráningagjöldin telja líka minna en almennt gerist í Evrópu og þó að margir séu ekki með nein skráningagjöld, en svo sjáum við líka þarna þetta sem eru erlendir skráningagjöld erlendra stúdenta og það skiptir svo aftur í tvennt, þeirra sem eru innan EES, Grænlands og Færeyja og svo annara. Og þar er á málaskrá ríkisstjórnarinnar að koma með frumvarp þar sem að verður hægt að greiða með þessum nemendum og það er okkar að rukka skólagjöld fyrir þessa nemendur. Nú svo er líka áhugavert að sjá samninga við einkaaðila, við erum ekki með mikið af slíku. Það má kannski segja að við séum með gegnum sértekjueiningarnar, vísindaskólinn fær styrki úr atvinnulífinu og símenntunarmiðstöð nokkar fær líka framlag í gegnum stjórnendanámið. En annars er ekki mikið slíkt. Góðgerðaframlög, við sjáum jafnvel aukinn áhuga á því að reyna að fá meira fé þannig, jafnvel arf og eitthvað. Kannski þyrftum við að stofna sjóð sem væri svona heillafélag, hvað heit það, og við fengjum þannig styrk til þess að sækja okkur í fjármagn í góðgerðaframlagi. Bara hugmynd. Já, kannski má telja végerstaðir hafi verið að einhverju leyti svona góðgerðaframlag hafa gefið af þeim sem áttu það svæði. En hvað eru evrópskir háskólar að gera til að styrkja og svona fjölga sínum tekjustraumum? Þetta er forgangsröðun sem skilgreindu í þessari könnun. Stofna og þróa sérstök stuðningskerfi innan stofnunarinnar, snúa meðal annars að stuðningi við rannsóknar virkni og að sækja bæði prí og post stuðningur áður en að menn fá styrkina og svo til þess að vinna að rannsóknunum sjálfum. Þjálfa og auka vitund starfsfólks og nemenda í nýsköpunarstarfi, símenntunartækifæri, símenntun fyrir lífið, háskólarnir séu meira en eitthvað sem menn klára einhvern tímann, þar eru tækifæri, og stofna til nýsköpunarfyrirtækja og vísindagarða, tengist auðvitað þessu, varðandi nýsköpunarstarfið, og styðja innra hvatakerfi til þess að hvetja starfsfólk til fjáröflunar og annarra tekjuöflunar starfa fyrir skólan. Því að þetta er ekki bara okkar yfirstjórnar að vinna í því, það þurfa allir að leggjast á árarnar. Af hverju eru menn að gera þetta? Þetta er svo framtíðarsýn sem evrópskir skólar er að vinna eftir. Það sem prógrami sem á að taka við af Horizon Europe er gert ráð fyrir að það geti rúmlega tvöfaldast framlagið af fjármagni í þann pott, þannig að það er eftir miklu að slægjast ef þetta gengur eftir með öllum fyrirvörum það. Og sama má segja með Erasmus, þar er ég vel gert ráð fyrir að þetta geti alltaf því þrefaldast,
en það er ennþá óvíst hvað mikið af þessu verður til alliances, því að það er mikil áhersla Evrópusambandsins hefur verið á að svona samstarf háskólana og það eru þetta verkefni sem við þurfum að skoða. Hvernig passar þetta við okkar stefnuáherslur? Þetta eru punktar úr stefnumótuninni sem Áslaug nefndi hérna áðan, að auka upplýsingamiðlun rannsóknir í HA, auka nýtingu og ánægju með rannsókna þjónustuna, sjáðu samsvörun við það sem að erlendi skólar að gera, og skapa eftirsóknarvert umhverfi til náms og starfa með hagnýtingu gervigreindar. Þetta þarf að auka skilvirkni okkar því að við erum kannski ekki að fá svo mikið viðbóta fjármagn, þá þurfum við að sækja það með því að verða ennþá skilvirkari og snjallari. Nýsköpunar áherslunar, við erum í því með drift og slíkum samstarfsverkefnum, og svo höfum við verið verkefnum að bæta upplýsingagjöf rekstur og auki gagnsæi og fleira mætti telja til. Fjölgun doktorsnemana sem auðvitað byggja á styrkja fjármagni, þáttaka í University Alliances eins og ég nefndi áðan, og svo auðvitað þekkingavörður, hlutverk okkar að byggja upp vísindagarða og hafa tekjur í kringum slíkt. Þannig að það má segja að við séum á réttri leið í okkar tekjumyndun. En að lokum, hvað viljum við sem þjóð til framtíðar? Bæði Áslaug og Logi hafa nú nefnt þetta. Þetta er úr OECD-tölur árleg útgjöld á hvern háskólanema. Eins og þið sjáið þarna, þá erum við töluvert undir bæði Norðurlöndunum og OECD. Það hefur reynt að dregið saman með OECD og Norðurlöndunum. Þetta var fyrir nokkrum árum meiri munur, en það var markmið á sínum tíma fyrir ríkisstjórnar að við myndum ná þessum viðmiðum á Norðurlöndunum og þetta fyrst OECD markmiðinu, og það náðist 1 ár, kannski einhverju leyti vegna gengismála. En hér er gildandi fjármálaáætlun og eins og Logi nefndi þá er hún ekki svo bjartsýn fyrir hönd háskólana, og það er þarna áætluð lækkun vísu til lengri tíma en í rauninni að öðru leyti óhreyfð framlög til 2028. Og þá getum við spurt okkur hvaða hlutverk hafa háskólar til að tryggja samkeppnisfærni Íslands til framtíðar. Er kannski tímabært fyrir ríkisstjórnina að huga því að endurvinna svolítið og taka upp gamalt markmið og reynum að ná þessum markmiðum að vera sambærileg við aðra skóla sem við viljum bera okkur saman við. Takk fyrir. Já, nú ætlum við að opna fyrir spurningar utan úr sal og að netinu. Hana Áslaug fæði kannski til að koma hingað upp líka, því það er bæði hægt að spyrja út í efni ársreikning sem og út í erindi hennar Áslaugar. Og ég ætla bara þið sem eru hér í salnum, þeim er bara að gefa mig merki þegar, já, við þurfum að fá líka hérna kubbin. Þú ert með hann. Þú ert ekkert með hann, þú ert að ná í hann. En hérna, Ná í aðra hluti líka. já, þannig að þið sem eru hér í salnum, þið bara gefa mér merki, þið viljið fá orðið, og þau ykkar sem eru á netinu, hún Sólveig María ætlar að fylgjast með þar og þá sjá að koma þeim spurningum á framfæri sem að, já, fólk leggur fram þar. Þannig að er einhver sem að vill biðja um orðið, þið og vaðið. Það verður bara að hóa fram blómkvæðan. Það var svona skýrt. Já, vá. Nei, það er einhverjir. Þetta er tilbúin. Stoppaði mér. Herru, takk fyrir kærlega bara fyrir mjög áhugaverð erindi. Kannski bara spyrja kannski málana, peningana. Nú er þetta, þið bæði að tala framlög til háskólans og við erum í ákveðinu mínus eftir 2024. Núna er þetta liggur fyrir möguleg sameining við Bifröst. Þurfum við ekki og ég hef heyrt talað að til þess að það sé hægt að sameina þá þurfum við að fá óbreytt framlög til 3 ára og eitthvað svona. Núna verðast þetta vera á leiðinni niður og ég hef alltaf haldið fram að það þyrfti að fá ennþá meira. Það kostar heilmikið að sameina alveg sama hvaða stofnun það er. Þannig að spurningin er kannski þessi: hversu gerlegt væri það að sameina
tvær stofnanir eins og Háskólann á Bifröst og Háskólann á Akureyri bara miða við núverandi fjárframlög. Bara, ég veit, þetta risastór spurning. Ég skal svona reyna að svara þessu, sko. Þetta er náttúrulega mjög stórt mál, þetta er alveg rétt. Þegar að umsóknin fór inn til stjórnvalda þessa sameiningaviðræður sem hvað var, haustið 23 eða ekki, að þá var þetta kostnaður upp á milljarð. Og eins og Logi myndist á áðan að þá var þetta, erum við búin að fá 200 og við eigum bara eftir að ræða betur við ráðuneytið hvernig verður staðið að frekar í fjárfestingu og fjármögnun á þessu verkefni og það þarf eiginlega að tryggja það svolítið í þessu ferli. Við vorum svona aðeins að skoða þetta með nýjum verkefnastjórum daginn, sko, til dæmis bara þessi tækni, bara samþætta tækni og tryggja að það gangi allt vel, að það ábyggilega verkefni på 200 milljónir, sko. Þannig að við þurfum svona bara að skoða þetta miklu betur og það er alveg rétt hjá við þurfum stuðning við þetta, sko. Það er svona, og þetta er ekki viðhorf hjá Loga, bara svo það sitt, en þegar í viðræðum við ráðuneytið áður en að ríkisstjórnin tók við, það var þetta svolítið svona, þeir eru búin að fá 200, akkur þurfum við meira og mér finnst það svona svolítið áhugjefni. Já, ég held nefnilega að vera þess að 200 milljónir og 250 milljónir konar framlag í Rannsóknasjóð, í stóru myndinni er þetta smápeningar. Bara svona eins og ég tali bara alveg hreint út, sko. Það er ekki alveg tíkallar, en þetta er svona, þetta er í, sko, ef þú horfir til lengri tíma, en þetta er svona hlutur sem að við margir þurfum að ræða við ráðuneytið á einhvern tímann og erum að vonandi að fara að gera það í júní. Við erum ekki að tjalda til einna nætur, sko, það væri þá möguleg sameining til framtíðar, sko. Já. Og þannig að einhvern tímann var verið að tala sölu eigna á Bifröst og þar var verið að tala sko fleiri 100 milljónir. Ég heyrti voðalega lítið talað það upp á síðkasti, sko. Þetta er eitt af því sem að ég svona sé sem tækifæri fyrir okkur í þessari sameiningu er það er verið að tala sölu eigna sem að eitthvað 2 milljarðar cirka, kannski 3, ég veit það ekki. Ég áttum mig mjög illa á verði landbúnaðar eða verði lands í Borgarfirði, bara svo það sé sagt. En og þetta er ennþá í ferli, ég veit ekki hvert það stendur og við þurfum svona að fara að fá skýrari mynd af því hvernig þetta á að gerast og að þetta verði ekki að þetta verði svona gert eins og er búið að leggja upp með. Og því það er svona lykilatriði líka til þess að ef að svona ný háskólastofnun verði með öflugt doktorsnám, að þá er þetta svolítið lykilatriði fyrir, held ég, báða háskólunum. Takk fyrir góð svör. Kannski aðeins hnykkja á einu varðandi þess að þú nefndir með óbreytt framlög. Það sem að umræðan var, því ég var nú í þessari fýsileika nefnd þar sem vorum að ræða, að við svona endurskipulagningu gæti mögulega fækka hjá okkur nemyndum, af því að við vorum kannski að velja eitthvað námsform sem myndi tímabundið lækka. Það er það sem við vorum að tala að væri tryggt að lágmarki það sama. Skilurðu, alveg fyrir utan allan kostnað við að sameina skólana sem væri helst 5 ára prójekt. Það bara tekur langan tíma að sameina svona menningu og slíkt, þannig að þetta er ekki að við sem að segja að við getum gert þetta bara á sama pening. Það er alls ekki og það var aldrei umræðan að þetta væri til hagræðis, heldur var þetta til að styrkja skólana og þétta ræðirnar. Já, algjörlega, þetta var sneiðin líka pínu til Loga, sko, þetta er svona put money where your mouth is, ef það á að gera þetta, þá þarf að fjármagna þetta upp í topp. Það er ekki að spara sig í gegnum mögulega sameiningu. Og til langstíma og jafnvel yfir kjörtímabilskipti. Algjörlega. Hægt að reyna á handboltagetum mínu. Engar spurningar á netinu, Sólveig? Nei. Eigum við þá að segja að málið sé útrætt? Já. Í bili. Í bili. Takk hérlega. Takk. Já, þá ætlum við núna að vinda okkur í það að sýna annál 2024, bæði í máli og myndum. Nú handrit annálsins er settu saman að starfsfólki markas- og kynningamála og myndbandið sjálft er gert að Gunnlaugi Starra Gylfasyni, verkefnastjóra Myndvers.
Já, ágætt að minnast enn og aftur á það að myndbandið verður núna aðgengilegt á YouTube-rás Háskólans fljótlega og eftir að fundi lýkur og þar hægt að íta á pásu og horfa þá aftur og aftur á bestu atriðin. Það hlýtur að vera uppskrift af frábæru kvöldi. En þá komið að örkynningu rannsakanda. Það hann Finnur Friðriksson, dósent við kennaradeild sem kynna rannsóknina svæðisbundin framburður, viðhorf og málbreytingar í rauntíma. Gjör svo vel, Finnur. Já, ráðherra, rektor, góðu gestir. Ég var samt beðinn að vera hér með svona svolítið innleik rannsóknarverkefni sem hefur haldið mér býsna upptöknum síðustu 2,5 árið. Veit ekki hvort að boðið tengist í að það eru ákveðin innherja viðskipti í gangi. Ég samt bróðir fundarstjóra, svo það komið nú fram, en held að skipta ekki máli í samhenginu. En þetta verkefni ber sem heitið svæðisbundin framburður, viðhorf og málbreytingar í rauntíma. Og eins og öll góð rannsóknarverkefni þá þurfti að finna á þetta góða skammstöfun og þótti svið mjög svona þjóðlegt og gott í þessu samhengi, þannig að þetta fekk það ágæta heiti. Og þetta er verkefni sem að fekk svo kallan verkefnastyrk hjá Rannís fyrir árin 2023 til 2025, þannig að við erum núna búin með svona rétt það bil 2,5 ár af þessu og rennur út eða styrkveitingin líka rennur út þá núna í lok þessa árs. En þetta verkefni svona einhvers konar sjálfstætt framhald fyrri rannsókna af svipuðum toga. Mörg hafa sjálfsagt heyrt af rannsóknum Björns Guðfinnssonar hér á 5. áratug síðust aldar þegar hann flakkaði landið og náði í skottið á held ég nokkurn öllum skólabörnum á aldrinum 11-13 ára á þeim tíma, vel á 7.000 og svona mældi framburð skólabarnana. Og það að segja að hve miklu leyti börn til dæmis í Norrland voru harmvalt, að hve miklu leyti hver mikið var einhljóðaframburð á Suðausturlandinu og hversu mikið vesturspörn sagður langur gangur og það allt saman. Svona mjög einfölduðu máli. Þessar athuganir Björns voru síðan svona einhver leyti endurteknar í þessu svokalla rannsókn á íslensku nútímamáli sem var framkvæmt hér á 9. áratug síðust aldar og síðan svona aðeins smækkari mynd þá í því sem kallar raun. Það segja málbreytingar í rauntíma í íslensku hljóðkerfi og setningagerð hér fyrir svona 15 árum eða svo. Og þessar 3 fyrir rannsóknir voru síðan dregnar saman með mjög snyrtilegum hætti í doktorsritgerð Margrétar Guðmundsdóttur frá í hittifyrra, 2022, já, ég ætti að vita, ég var vist andmælandi þar þannig ætti að vera með það á hreinu. Það sem við þá höfum ætlað okkur svona að gera með þessu verkefni þá í fyrsta lagi auðvitað að fylgja eftir þessum fyrri athugunum og fyrstu 2 punktar hann að koma inn á það er að segja kortleggi einfallega hver staða þessara svona mállösku einkenna eða tilbrigða í dag. Hvar stendur þetta, að hve miklu leyti lifir til dæmis norrlenskan eða harmalið, að hve miklu leyti lifir vestfirskan en þá og þess áttar. Og líka þar sem að við byggjum einhver leyti á þessum fyrir rannsóknum. Við erum með, held ég með að segja, gögn sem eftir sem við komumst næst, gögn sem einstöku heimsvísu vegna þess að við náðum í skottið á 23 af upphæðlegu þáttökundur Björns Guðfinnssonar upp á 1940. Sem voru þá sem þetta svona 12-15 ára gamlir. Og þetta sama fólk tók þátt í rannsóknum líka sem sagt rínverkefnu og í raun. Þannig við erum með sem sagt 4 punkta á yfir 80 ára spönn frá sama fólkinu það hvernig sem framburður þróast og breytist. Og þetta eins og ég held eftir því sem við komumst næst situr engin annar á sambærilegum gögnum í þessum geira. Þannig að við getum svona kortlað líka hvernig sem framburður þróast yfir æviskeiðið. Og það sem síðan kannski svona nýja brumið hjá okkur það að við reynum að tengja þetta viðhorf allar þáttakandi í okkur. Að það hefur ekki verið gert með skipulum hætt áður í þeim prófum sem gerðu þá létu fólk líka eða spurðum fólk út í svona einfallega í mjög gróðum dráttum hvað ég þættu mismunandi atriði tengslu við framburð. Og svo ég mjög svona mjög miklu hundar allt saman en svona gerðum við þetta svona okkur deginn og stálum svona einhver leyti aðferðinu sem að notaðar voru hér á sínum tíma. Framkvæmdum fyrst svona stóra netkönnun sem var send út á 3000 manna úrtak með aðstoð félagsvísindastofnunar og reyndum þar sendi fyrstalega ná inn 1000 manns, altså nýjum hóp, þar að segja á aldrinum 12 til 20 ára segi ég, til að fá inn sem sagt alveg nýja viðmælendur.
Reyndu síðan eða náðum í skottið á alls 1000 mann sem höfðu tekið þátt annarkvort í Birni Guðfinnssyni eða í þessu rínverkefni þarna á 9. áratugnum og náðu sem í skottið á 23 af þessum sem höfðu verið hjá Birni og síðan 1000 manns með svona bara handahófskendu úrtaki. Reyndum að stilla þetta svona af, þannig fengjum inn þessi svona svoköldu kjarnasvæði eða kjarnamálisku svæðin, Vestfirðina og Norrlandið og Suður og Suðausturlandið, en líka það sem svona kallað hlutlaus svæði svona í þessu samhengi, það að segja önnur svæði á landinu, þá auðvitað einkum að sérlagi höfuðborgarsvæðið. Í þessari njótkönnun þá þurfti fólk að fara í svokallað svona framburðarpróf, það að segja við báðum einfaldlega að lesa upp stuttan texta sem að svona geymdi þá, hvað segja, svokallað kannski markorð sem að fela í sér möguleikan á að bera hlutina fram svona hinsinn. Það að segja við reyndum að greina hvort að fólk segði sem sagt býta eða býta, eða hvort það sagði sem langur eða langur og það var göttunum í þessum textum sem var sem látið lesa upp. Það hlustaði líka á upptökur af sem sagt mismunandi svæðisbundnum upplestri og síðan í kjölfarið var sem spurningalisti það sem að fólk var spurt út í hvað finnst þér þetta og hitt og það var þá bæði svona spurningabeint finnst þér þessi framburður fallegur eða ljótur, finnst þér hvort hversu skýr framburðurinn var eða hversu auðgreinarlegur var, spurning sérstaklega veistu hvaðan þessi sem að þú ert að hlusta á, hérna gerum við grein fyrir því og svona það fram eftir göttunum og fengum alls úr þessu 960 svör sem að vissulega svona lægra hlutfall með þau kannski viljað en samkvæmt upplýsingu sem við fengum frá Félagsvísindastofnun telst þetta allt gott í rannsóknar sem tók ekki síst það sem að hver þáttangin þurfti að leggja talsverða vinnu á sig einfallega til að klára dæmið. Það þarf að hlusta, það þarf að lesa upp, það þarf að svara spurningalista. Þetta ekki bara svona 5 minútna gallup dæmi eitthvað heldur, það svona ákveðin vinna sem að liggur í þessu. Og þessu fylgdu við sann eftir núna í fyrrasumar með svona ítalegri eða svona djúpviðtölum við 137 manns úr þessu úrtaki segi og þá þessum 23 þáttakundum sem voru frá Birni Guðfinnssyni. Reyndar við svindluðum aðeins, við byrjuðum á þeim hóp sem strax sumarið 23 af held í skiljalum ástæðan. Það lá á að ná í skotti á þessu ágæta fólki svona áður en það bara hverfur við móðuna miklu. Þannig að þar var sem sagt byrjað. Og svo ég farið þá eins og segja ég hef nú ekki langan tíma en bara rétt að gefa ykkur nasaþefinn af svona nokkur sýnisotn af niðurstöðum og fyrstu nú hér á ársfundi Háskólans Akureyri þá ætla ég að halda mig bara við Norðurlandið bara til að svona afmarka þetta með einhverjum hætti og hér sjáðu svona heildar yfirlit yfir það sem við stöndum í augnablikinu með Norrlendingana og harmæli og röddun. Og það sem kannski svona sést mest ábyrgð þarna, þið sjáðu það fyrst, ef þið horfið á þetta frá vinstri til hægri, sem að samsvara frá vestri til austurs, að þá fara töluna svona heldur hækkandi almennt séð eftir því sem að austar dregur á landinu. Og tölur sem rauðmerktar, það það sem yfir sem þriðjungshlutfall af framburðum sem situr eftir. Og þið sjáu það þá að í Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslum að það hlutfallið klárlega hæst. Og í annar stað sjáu þá svona ákvæmna svona aldursdreifingu, þið sjáu þetta eftirlínum að þar aldurshópurinn 71 og eldri og þar eru gegnumgangandi hæstu tölurnar en fara síðan lækkandi eftir því sem að neðar dregur í aldri sem að segja ykkur það sem sagt að þessi framburðareinkenni eru svona heldur á fallandi fæti. Mismikið þó, þið sjáu það vantar þarna að harmælið hafði sem HM þarna sem alls þar í töflunni, þið sjáu að það skorar almennt séð öllu hærra en röddunin sem svona RF raddaðframburður, þannig að sem sagt íta og baka og tapa lifi betra lífi en mjólk og prumpa í stampinn og það allt saman. Og svo sjáum við líka kannski sérstaklega athyglisvert að við getum gert svona ákveðin samanburð, því sjáum línunni neðst, en hún sést nú valla, við sjáum hér að yngstu hóparnir í Eyjafjarðarsýslu og Þingeyjarsýslum í Rín, þar að segja á 9. áratugnum, yngstu hóparnir sem að þá voru sem sagt 12 til 20 ára, þeir voru þá með 80-90% harmæli og þetta 35-40% röddun. Við getum borið þennan hóp saman við sjálfan sig. Þetta hópurinn sem að í okkar könnun þarna á mörkunum á milli 40-60-55 og svo 50-60-70. Og við sjáum þá að hann sem þessi hópur hefur samt sjálfur lækkað sig. Og við berum að síðan saman við yngstu hópan í dag, þá sjáum við það nokkuð dramatísk lækkun á þeim tíma.
Þannig að bæði sem í rauntíma og einhvern síndantíma sem sagt ákveð merkjum það að sérstaklega röddunin sé að mínu viti illuhilli að fjara út á Norrlandi, en Harmali lifir svona eins og við sjáum svona, já, alveg þokkalu lífi, getum við sagt, og kannski ekki meirhlutaframburður en þó hjá þriðjungi plús, óháð því hvað aldurshóp við erum að tala. Þannig að það svona lifir þokkalu lífi. Síðan hefur við reynt að skoða þetta svona út frá ýmsum víddum, til að mynda skoða þetta út frá því hvort að fólk brottflutt eða staðfast, hefur svona haldið sinni búsetu, og hér sjáum við smá samanburð á hana vinstra megin við þessa brotnu strikkalínu þarna, að þá sjáum við Norrlendingarna, það eru gulureitirnir eru rín, það er að segja rannsókn á 9. áratugnum, en tiglarnir bláu eru okkar tölur. Og það sjáum við vinstra megin við línuna fólk sem enn býr í sínum heimabæ og geti borð það saman við fólk sem hefur flust innan Norðurlands. Og mér svolítið athyglisvert þarna að það virðist svona sem að fólk sem har flist innan Norðurlands en fer þó ekki út af svæðinu, það virðist halda svona heilt á litið aðeins betur í harmalið en þeir sem eru alveg staðfastir. Og svona aðeins að leikum með bara pælinga hvort það geti tengst í að fólk sem flist innan Norðurlands, það þarf einhvern að merkja sig á nýjum stað sem tilherrandi þessu svæði samt sem áður. Meðan þeir sem að búa bara áfram í sínum gamla heimabæ, það þekkið allir þar, þeir þurfa ekkert að segja hverju þeir eru skiljiði, þannig að það getur með svona leyft sér að slaka á ef svo morðið komast. Getur sem borða saman líka það ganni við þá sem eru brottfluttir, og þar sjáum við svona minnstur sem að mörgleitir samband við þá sem að búa sem eru staðfastir, nema hvað að lækkunin heldur meiri. Og það svona alveg í samræmi við sambarlega rannsóknir og erlendis til dæmis að fólk sem að flytur af sínu heimasvæði gegnumgangandi fremur líklegt til að leggja upphaflegan framburð sinn af, einfallega til þess að falla inn í hópinn. Og mann sérstaklega eftir einu reyndar á Suðurlandi sem sagði það að hann hefði verið með bæði HVF framburð, altså hvar og hvenar og hvernig, og logi og magi og það allt saman, en sagði gaggjert í rannsókninni að í viðtalsþættunum að þegar hann fór í menntaskóla í Reykjavík þá, mér datt ekki í huga merkja mig sem það, en ég var að falla í hópinn, skiljiði. Þannig að það var svona einhverjum meðvitun það sem að stýri þessu svolítið. Bara til að gefa ykkur eitt eða tvö dæmi viðbót, við höfum líka skoðað í þessum viðtölum, við tókum svona fólku upp það sem að lasur texta, en vildum líka fá einhvern mælikvarða hvernig talar fólk bara í eðlilegu tali, því að það að lesur texta auðvitað setur maður sér ákveðnar stellingar, maður verður formulegri og stífari og mjög margir vera meðvitar aðstöðuna og jafnvel svona áttu okkur á því að það var einhverju sem að kveiktu út á perunni eftir hverju við værum að fiska og þá svona ýktu heldur kannski framburðsinn. En við tókum sem allir viðtölun upp og erum að hljóðgreina þau líka. Þetta stýrum við það ekki þar hvað það segir og sem hvaða orð koma við sögu, en höfum reynt áttu gráði hvað gerist þarna og þá sjáum við hér þá röddunin, það er að segja mjólkin og stampurinn og það allt saman og bláu súlurnar eru upplestur viðkomandi, þetta eru bara 14 einstaklingar sem allir sýndu skýr merki röddun í upplestri, en svo sjáum hvað gerist í gulu súlunum sem eru þá er það viðtalsaðstæðan, þar sem fólk tala bara svona frjálst, ef svo má segja, og þau sjáum það gegnum gangandi dalar fólk allhressilega eftir aðstæðum. Þegar svona tiltölulega formt og stíft og jafnvel meðvitað hvað í gangi, að þá kemur röddunin inn og meðan aftur þegar komið viðtali og svona afslappaðar og ekki mikið að pæli hvernig það tala, að þá dettur röddun niður. Reyndar gaman fyrir að segja að það eru 3 dæmi þess að viðtölin hófust á bara svona almennu bakgrunnsspurningum bara hvaðan ert og hvert fættur uppalinn og eitthvað svona, tók svona 5 mínútur cirka sápartur og það er nokkuð dæmi það að fólk þar sem að röddun laust, svo byrja spurningur og hvað finnst þér framburð og svona, og þá dettur röddun inn. Þá var fólk allt í einu kveikið, já, heyrðu, það var að pæli framburði og þá sem kikkar inn að já, ég var að passa mig. Og svo rétt í blálókin spurðist það líka beint viðhorf og ein fyrsta spurningi þar, hún datt prósand út hann einhvern veginn, það var sér stíla, að var spurt sem sagt hvaðan heldur að lesarinn sé og þið sjáu þarna fyrsta lagi þá sunnlenskur lesari og fólk bæða úr sem sagt hlutlaususvæði og frá Norrlandi beðum að meta hvaðan hann var og bera það síðan saman við norðlenska lesaran og vestlenska lesaran og sjáu að nánast allir þekkja norrlenska lesaran. Átt að segja hvaðan hann hvort svo sem hlustarinn frá hlutlausasvæðinu eða af Suðurlandinu
og heldur læri tölu annar staðar og þetta virðist svo hanga saman við það að Norrlendingar hafa heilt á litið í spurningu dæmis sjálfsmyndina, hvort að framburðin væri hlutur af sjálfsmynd og Norrlendingar með ívið hærra skor þar en aðrir. Og það gegnum gangandi mjög skýr hugmyndi það að norrlenskan sé sem skýrari framburður en annar. Og koma fram sérstaklega viðtölum nokkuð skýr merkið þess að það sé til dæmis tengt stafsetningu. Að fólk hugsa einhvern veginn, já, fyrst að skrifa PTK, það ásko að segja PTK og þar með verður þetta skýrar. Þannig að þetta ég segi bara svona örlítið sýnisotn af því sem við erum að grúski. Þetta heldur okkur gangandi núna út þetta ár og við erum með gögn sem við erum örgulega halda okkur ganga næstu 10 árin í það minnsta að vinna úr. Takk. Já, takk Finnur fyrir skemmtilega kynningu. Þá vil ég bjóða Áslaugu rektor aftur upp í pontu þar sem hún ætlar að flytja erindið viðhorf til háskólans. Gjör svo vel, Áslaug. Takk aftur. Veit ekki alveg svona hvernig ég á að útskýra hvernig þessi hugmynd kom til. Svona, en eitt af því sem mér hefur svolítið hugleikið síðan ég tók við er að svona það sem ég heyri fólk segja Háskólann á Akureyri, bæði fólk sem þekkir til hans og fólk sem þekkir ekki til hans og svona munin þar á, sérstaklega eftir kannski búsetu sunnanlands svona til að fara fínt í hlutina. En og það, ég ætlaði svona bara að velta fyrir ykkur þegar við eflust heyrt eitthvað af þessu, en mér langar svona aðeins að tala um það svona það sem ég hef heyrt og hvernig það stundum passar ekki alveg við það sem ég er að upplifa hér og vonandi kemst þetta svona ágætlega til skila. En þetta er svona, maður heyrir þetta svona, það er fínt að hafa svona háskóla á landsbyggðinni, það er svona fyrir fólk sem vill vera út á landi og það gleymist vola mikið í þessari umræðu að við erum orðin í rauninni háskóli alls landsins og og við vitum það öll sem erum hér inni held ég og sem störfum við háskólan. En þessi setning svona aðeins stílfærð heyrði ég á fundi þar sem opinber starfskraftur á höfuðborgarsvæðinu sagði já það er svo gott að hafa háskólan á Akureyri fyrir svona fólk á landsbyggðinni. Og ég held að sé ágætt að við munum öll og ég held að þið munið það kannski betur en ég náttúrulega sem hafa verið hérna lengur að Háskólinn á Akureyri hefur lyft alveg grettistaki í að mennta landsbyggðina á Íslandi og við höfum gert það í 37 ár. Hann hefur haft klárlega jákvæð áhrif að menntunarstig allt land og ótvíræð jákvæð áhrif í sínu nærsamfélagi. En það er líka mikilvægt að horfa lengra. Við erum ekki bara háskóli hér, við erum líka háskóli allt land. 40% af okkar nemyndum cirka eru á Suðvesturhorninu. Og í síauknum mæli erum við valkostur fyrir fólk sem býr annar staðar. Við höfum boðið upp á námsaðgengi fyrir fólk óháð búsetu. Og fjarnámið sem opnar dyr fyrir alla þá sem langar í nám. Við höfum verið leiðandi í þróun fjarnáms og gert námsaðgengi raunhæft fyrir fólk óháð því hvar það býr og við sjáum fjölmörg dæmi stúdenta á höfuðborgarsvæðinu sem nýta sér þetta sveigjanlega námsform. Nú síðast í útskriftin í febrúar þá var svo sem að hélt útskriftaræðuna þar að hún var nýju námunni og stjórnunni í viðskiptafræði og hún bara sagði það að Háskólinn á Akureyri gerði henni kleift að vera í háskólanámi, bara yfir höfuð. Hún var í grunnnámi hér og fór svo í meistaranám. Fyrirverandi stúdentar sem ég hef hitt og ég hitti nú bara eitt núna áðan í hádegisverðarfundi hjá SSNE sem var formaður samtaka atvinnulífsins er H.A.ingur og allir þeir sem ég hitti bara að tala svo fallega háskólan. Lýsa hann sem frábærum skóla sem bjóð það vel undir fjölbreytt störf og maður hittir þá þeir kannski byrjuði í einu starfi og fóru svo í annað, þannig þeir eru líka fært sér til í störfum, mörg hver. Nú við erum til dæra byrjuði að útskrifa doktorsnema og í dag þá sinna þau öll akademískum störfum á einn eða annan hátt og þetta segir meira en nokkur orð, að nemendur okkar að standa sig vel. Fjarnámið hefur stækkað markhóp skólans og gert okkur kleift að bjóða upp á fjölbreytt námsframbáð og það eykur byggðarfestu því möguleikar í heimahögum aukast hvar sem er á landinu.
Til dæmis sína rannsóknir að 8 af hverjum 10 stúdendum sem stunda fjarnám við HA búi í heimabyggð 5 árum eftir útskrift. Svo náttúrulega hitt sem að við höfum held ég öll heyrt. Hver kannast ekki við þetta? Ef við erum öll í fjarnámi, akkur þurfum við að vera á Akureyri. Og eins og ráðherra kom nú inn á áðan, að þá skiptir staðsetning háskólans verulegu máli, bæði fyrir Akureyri, fyrir önnur landsvæði og fyrir bara samfélagið allt. HA veitir fasta vinnu fyrir 280 einstaklinga sem langflestir búa á Akureyri. Það eru svona cirka 20% starfsfólk okkar sem búa annar staðar. Einnig fjöldi fólks í hlutastörfum og háskólinn þannig eitt stærsti vinnuveitandinn utan Reykjavíkursvæðisins. Þetta hefur áhrif á samfélagið hér, bæði efnahagsleg og menningarleg. Einnig staðreyndin sú að akureyringar sem útskrifast frá háskólanum eru 5 sinnum líklegri til að búa áfram á staðnum en önnur sem útskrifast frá öðrum háskólum. Þá sýna rannsóknir að helmingur stúdentar sem flytja til Akureyrar til að stunda nám við HA búa þar enn eftir 5 árum eftir útskrift. Þannig það er kannski mikilvægt, þetta er svona stiður það við hefum kannski fara að skoða meira staðnám aftur. Þannig eykur staðsetning skólans tækifæri til að halda fólki ásamt því að draga nýtt fólk hingað. Og aukið þess veitum við stúdendum okkar margvísleg tækifæri til skiptináms og það eykur víðsýni og dregur heimþekkingu annar staðar úr heiminum. Það er líka mjög mikilvægt að á Íslandi sé þekkingarsamfélag utan höfuðborgarsvæðisins. Og ég hef sagt þetta oft áður, ég held að þið sem hafið unnið hérna í mörg ár vitið það alveg, rannsóknar áherslunar eru aðrar hér fyrir norðan heldur en fyrir sunnan. Og það er mjög mikilvægt í þessari þekkingu og þessari uppbyggingu þekkingar sem við viljum stuðla að. Og það skiptir máli að við getum haldið áfram að draga fólk hingað norður í vinnu. Við erum náttúrulega alltaf að bæta og breyta skólan. Við sáum það nú í yfirlitinu áðan að það eru nýja námsleiðir, fólk er að gera gott í starfi, fólk er að fá styrki og annað slíkt. Og við leggjum okkur fram með gæðum fagmennsku og fagmennsku. HA þykir vera góðu skóli. Við komum vel út úr gæðamatur, við hefum nýverið fengið auknar heimildir til doktorsnáms eins og við förum að fagna hérna eftir og skýrslan sem að úttektarnefndin gerði á þessum þessum umsóknum til doktorsnáms var alveg rosalega skemmtilega að lesa því að hún var svo jákvæð út í háskólan og bara þá uppbyggingu á doktorsnámi sem við höfum staðið í. Og það að við sem að laða til okkur fleiri stúdenta ári frá ári eru vísbendingum það. Við erum með bara mjög gott orðspor innan íslenska háskólasamfélagsins. Sem vinnustaður stöndum við okkur einna best opinbera háskóla á Íslandi, hvað varðar starfsánægju, trausti stjórnenda, sjálfstæði í starfi og meiri segja vinnuskilyrði, þrátt fyrir hamfaramiklu og það er áskoranir sem hafa fyllt í undanferða ár og halda áfram að trufla okkur. Það gerist ekki að sjálfu sér að ná svona árangri. Við höfum virkilega hugað að mannauðsmálum hérna undanfarin ár og ég þakka fyrir mér ennum mínum í það að fara að fjárfesta í þessum málum og þetta er alveg að hjálpa okkur áfram í framtíðinu og svona niðurstöður eiga eftir að hjálpa okkur líka til þess að fá starfsfólk hingað norður. Við komum líka vel út í almennum könnunum þar sem kemur fram að skólinn heldur trausti almenningsmilli ára og þekking á því sem við erum að gera er að aukast og vægi hans í umfjöllunum í fjölmiðlum landsins er að aukast líka. Þetta gerist ekki tómarúmi, við erum alltaf í virku umbótastarfi þvert á skólan. Við vinnum með deildarforsetum til að efna deildirnar, við erum að þróa námskeiðsmat með virkri þátttöku stúdenta og við erum að tryggja rödd þeirra heyrist í mótun nýra námsleið og annað. Og þetta er þessi ánægja sem ég var að tala áðan að 89% aðspurðar hérna á Norðausturlandi segja að Háskólinn á Akureyri hafi mikil áhrif til að skapa tækifæri. Við stöndum svo framalega á svo mörgum sviðum og við skulum bara muna það. Og þegar fólk verða svona að segja svona hluti eins og þetta er skrúttuleg skóla út á landi, að þá getum við alveg það er ýmsir hluti sem við getum bara farið að minnast á. Við erum góð í fjarnámi. Við höfum staðið framalega því lengi og við höfum alltaf að bæta okkur. Skólinn kom vel út í COVID og það sem að nám var þegar orðið aðgengilegt á vefnum og svo var hlaupið hratt í að ná til að hægt vera að viðhalda menntunarmöguleikum.
Síðan þá hefur námsumhverfið og starfsfólk haldið áfram að viða sér þekkingu og tækni til að gera enn betur. Uppbygging doktorsnámsins hefur vakið athygli og akademist starfsfólk heldur sínu striki í styrkumsóknum og að ná nýjum styrkjum. Það lykilatriði að við förum að byggja upp og svona fjárfesta meira í doktorsnáminu hjá okkur til þess að þessi þróun haldi áfram og fara að aukast meira. Við byrjuðum í haust 2 ára verkefni í gervigreind, eins og ég held að þið vitið öll, og við réðum verkefnastjóra til verkefnisins og við höfum kannski sett okkur svona smá markmið að vera bara fremst í flokki á þessu sviði innan íslenska háskólakerfisins og viljum kannski á endanum að það sé svolítið hort til okkar til hvað aðri geta lært af þessu. Ráðherra kom inn á þetta áðan að við erum að koma með nýtt tól fyrir akademískt starfsfólk og alla sem hafa áhuga á því að skoða þetta og vonandi á það eftir að gagnast okkur vel. Í umhverfismálum erum við að standa okkur vel, við erum með sjálfbærni að leiðarljósi í stefnumótun og framkvæmt og í 2 ári röð hefur tekist að kolefnisjafna reksturinn ásamt því að við erum fyrsti háskólinn til að flagga grænfána. Við erum svolítið sein til kannski í nýsköpuninni, en við erum að koma svolítið sterkinn þar núna með ráðningu verkefnastjóra og samstarfinu við drift og vonandi verður þetta svona lyftistöng fyrir nærsamfélagi til þess að auka fjölbreytni atvinnutækifæra fyrir útskrifaða háskólanema hérna. Og það svona ákveðið markmið hjá okkur að vera virkið þáttangur í þessu samstarfi. En við vitum þó að skóli lítið án stúdenta og því og eitt af því sem við höfum verið að reyna að vinna að gera námssamfélagi hérna sem á Akureyri sýnilegra fólkinu sem býr hérna í bænum. Eins og ég sagði áðan að það eru svona cirka 800 nemendur sem eru með heimilisfang á Akureyri, en það gleymist alltaf, það sér þá enginn einhverju hluta vegna. Og við viljum að gera þetta líf sýnilegra, fara að byggja meira í kringum þetta og gera það, að sjá það að þó svo að við séum með fjarnám, sveigjanlegt nám, að það sé líka gaman að vera nemandi hjá og stúdent hjá háskólanum á Akureyri. Og niðurstöðurnar eru þannig að í nýrri könnun það var 89% svarenda segir að háskólanum á Akureyri hafi mikil áhrif til að skapa tækifæri fyrir fólk að setja stað í nærsamfélaginu. Að lokum þá bara erum við að mennta fólk út um allt. Á Akureyri, í Bolungarvík, í Breiðholti og jafnvel í Brussel. Til dæmis var eiginmaður sendiherrans í Brussel, var nemandi hér í kennarnáminu og bara mjög ánægð með það. Við frétti það hérna einhvern tímann á ferðalagi. En við erum að gera frábæra hluti hérna og við erum að vera stolt af þeim árangri sem við höfum verið náð og við erum að byggja undir það og nýta þennan árangur til þess að fara að laða á okkur starfsfólk, fara að tala við fólk um það, vilt ekki koma norður. Og mér finnst svona kannski ágætt að enda á því að segja eitt af því svona annað viðhorf sem mér finnst alltaf svolítið áhugavert og ég hef sagt þetta kannski að ég kem náttúrulega bandarísku umhverfi þar sem að það eru skólar út um allt í Bandaríkjunum. Það kannski áttur að breytast á 10 árum, svona miðað við hvað að gerast þarna núna. En það alveg sjálfsagt að það séu litlir háskólar í stórum bæjum, stórir háskólar í litlum bæjum og litlir háskólar í litlum bæjum. Flóran svo miklu meiri, þetta náttúrulega miklu stærra land. Við kannski höfum ekki efni alveg á þessu. En í Evrópu eru háskólar mjög oft í stærri borgum. En mér finnst að við bara hætta að segja að þessi skrítið að fólk vilja vera í háskólanum á Akureyri. Það á að vera sjálfsagt að ungt fólk vilji koma hingað í nám. Við bjóðum upp á mjög skemmtilegt nám, gott námsfélag, það eru kennararnir hérna að fá yfirleitt það þeir að tala við fyrir nefndur tala um hvað þeir hafa kynst kennurum og stóðþjónustinu og fólk hafi verið bara svo hjálplegt í öllu því sem þeir eru að gera. Og við erum að byggja á þessu og minna fólk á þetta, að þetta bara málsmyndandi stofnun sem að gera góða hluti og ætlar að halda áfram að gera það. Takk fyrir. Já, við þökkum Áslaug fyrir erindi en ég vil biðja að fara ekki mjög langt því að næst ætlum við, Áslaug, ég ætla að biðja að koma aftur hingað upp. Myndirðu vilja vera svo væn að koma aftur hingað upp? Þú starf ekki að dáma. Því að við ætlum að heiðra starfsfólk næst sem að hætta störfum og til að aðstoða Áslaugu þá ætla að vera henni innan handar Guðlaug Þóra Stefánsdóttir, verkefnastjóri mannauðs og gæðamála og Vaka Óttarsdóttir, gæða- og mannauðsstjóri.
Við erum ekki búin að æfa þetta atriði, þannig að þetta er svona, kannski við reynum að gera okkur besta. En það er ávallt tímamót og ánægulegt að heiðra fólk sem hefur unnið hjá háskólanum í langan tíma. Það er gleðilegt fyrir okkur öll að hafa notið þess að fá að vinna og gleðjast með þeim og það verður sjónarsviftir af þeim sem að hætta núna þegar þau kom ekki lengur í vinnuna. Vonandi fara að þau gera eitthvað skemmtilegt í staðinn, eða enn skemmtilegra en að koma í vinnuna. Þau fá núna tíma fyrir sjálft sig og sína eftir að hafa skila jafnmiklu til samfélagsins og hafa gert það í 20 ára. Það eru 5 starfsmenn sem eru að hætta, 3 þeirra eru hérna í dag og þau hafa haft stóran þátt í þegar byggja upp skólan og skólan okkar er afrækjarlistin langur og ég ætla að reyna að tæpa á því helsta hér. Fyrst vil ég nefna Guðrúnu Arndísi Jónsdóttur og heiðra hana fyrir ómetanlegt framlag hennar til Háskólans á Akureyri og samfélagsins í heild. Guðrún Arndís er menntuð frá Háskólanum á Bifröst þar sem hún lauk BS gráðu árið 2002 og síðan MBA gráðu árið 2007. Hún hefur sýnt mikla fagmennsku og elju gegnum allan sinn starfsferil bæði innan háskólans og utan. Guðrún hóf störf hjá Háskólanum á Akureyri þann 1. mars 2018 sem verkefnastjóri fagháskólanáms við viðskipta- og raunvísindadeild. Það sama ár, þann 1. september, tók hún við sem forstöðumaður sjávarútvegsmiðstöðvar Háskólans á Akureyri, SHA, og hefur gegnt því hlutverki að einlægni og metnaði. Á tímabilinu janúar til mars 2019 sinnti hún einnig mikilvægu hlutverki sem skrifstofustjóri heilbrigðisvísindasviðs í hlutastarfi. Guðrún lauk störfum sem forstöðumaður SHA formlega þann 31. mars síðastliðin eftir að hafa sagt upp störfum 30. desember 2024. Hún kom þó aftur tímabundið í það hlutverk í bæði hálfu og síðan í fullu starfshlutfalli fram til 31. júlí sama ár og sýnir vel það traust sem var borið til hennar. Guðrún hefur einnig lagt sitt af mörkum undan hefðbundnu starfs með þáttöku í fjölbreyttum verkefnum og nefndum. Árið 2019 fékk hún styrk úr Akureyrarsjóði til að stofna fyrirtæki sem hýsir einstakar neðansjávarmyndir og myndbönd eftir kafaran Erlend Bogason. Sama ár tók hún einnig við vinnu á vegum atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins við endurskoðun og eflareglum fyrir Þorskstofnunin. Eitt af hennar kærustu verkefnum var sjávarútvegsskóli unga fólksins sem hún stýrði af miklum dugnaði frá árinu 2019 til 2024. Þar nýtti hún tengsl sín úr atvinnulífinu til að tryggja árlega fjármögnun og skapa dýrmætt tækifæri fyrir ungt fólk að kynna sjávarútvegi og tækifærunum þar. Við þökkum Guðrúnu Arndísi fyrir hennar óeigingerna starf, hlýja nærveru og ómetanlegt framlag. Háskólan á Akureyri og samstarfsfólk hennar eru ríkari fyrir það að hafa fengið að njóta kraftinnar. Guðrún, við óskum þér hins allra besta í næsta kafla lífsins. Svona þegar þú færð frí frá sjávarútvegsskólanum loksins eftir sumarið. Næst vil ég nefna Önnu Ólafsdóttur sem hefur átt farsælan og áhrifaríkan starfsferil við Háskólann á Akureyri. Hún og verið mikilvægur liðsmaður skólans. Hún hóf störf 1. ágúst árið 2000 sem verkefnastjóri fjarkennslu og færðist síðan í sama hlutverk til nýstofnaðar gagnasmiðju HA sem forverandi núverandi kennslu og tæknimiðstöðar. Frá árinu 2004 hefur hún hins vegar kennt við kennaradeild og gegnt þar fjölbreyttum störfum sem aðjúnkt, lektor og dósent. Anna er menntaður kennari frá Kennaraháskóla Íslands 1983 með meistaraprófi í menntavísindum frá sama skóla og lauk hún doktorsnámi í menntavísindum við Háskóla Íslands árið 2014. Hún hefur lagt ríka áherslu á fagmennsku og þróun innan háskólastarfsins bæði í kennslu og rannsóknum. Kennsla hennar hefur einkum snúist nám og kennslu og upplýsingatækni í skólastarfi. Rannsóknir hennar hafa meðal annars beinst að námi og kennslu á háskólastigi, stöðu og hlutverki háskóla í samfélaginu og gæðamálum háskóla.
Anna hefur verið leiðandi hlutverki innan kennaradeildar. Hún stýrði meðal annars þróun nýs áherslusviðs í meistarnámi með áherslu á upplýsingatekní í skólastarfi og leitaði þar meðal annars til samstarfsfólk og nemenda sem hún virkaði af miklum krafti. Sem formaður námsnefndar leiddi hún gagngera endurskoðun á námskrám deildarinnar árið 2015, bæði í grunn- og framhaldsnámi. Hún var einnig deildarforseti kennaradeildar árið 2017 til 2018 og tók þá við sem forseti hug- og félagsvísindasviðs fram á sumar 2019. Í rannsóknum sínum hefur Anna nýtt fjölbreyttar aðferðir og lagt sitt af mörkum til fræðasamfélagsins með greinaskrifum og djúpri sýn á mikilvæga þætti menntunar. Hún hefur verið gagnrýninn fræðimaður sem kafað hefur af dýpt ofan í sín viðfangsefni, hvort sem þau snúa að kennslu, rannsóknum eða stjórnun, og hefur eins samstarfsfólki sínu einstaklega góðu samstarfsfélagi þegar kemur að þeim sviðum. Hún hefur verið kennardeild og Háskólum á Akureyri góð fyrirmynd. Við viljum þakka Önnu innilega fyrir framlag sitt og samveru gegnum tíðina og óskum henni hjartalega til allsins besta sem í því sem framundan er. Næsti starfsmaður sem að hætta hérna eftir langt starf er Stefán Jóhannsson. Hann hefur einnig átt mikinn þátt í þróun og mótun háskólans. Hann hóf störf hér árið 1997 þegar hann kom inn sem skrifstofustjóri í viðskiptadeild. Frá þeim tíma hefur hann verið órjúmvarlegur hluti af stoðkerfi skólans. Hann er menntaður kennari með Bachelor of Education próf frá Kennaraháskóla Íslands árið 1980 og hefur leyfisbréfi kennslu frá 1987. Eitt merkasta framlag Stefáns til skólans var hönnun, forritun og þróun nemendakerfinsins Stefaníu sem var í notkun frá árunum 1998 til 2012 eða þar til Uglan tók við. En þann dag í dag heyri ég sem að segja að hitt var nú eiginlega betra, en það er ekki alltaf svo leiðis. En hann gegndi hlutverki í innleiðingu Uglunar sem gerði yfirfærsluna í allan staði betri. Stefán var skrifstofustjóri frá 1. maí 2000 og síðan forstöðumaður kennslusvið og svo forstöðumaður nemendaskrár frá árinu 2012. Árið 2024 færðist hann í hálft starf við háskólaskrifstofu þar sem hann hélt áfram að miðla af dýrmættri þekkingu sinni og reynslu. Hann hefur verið ómissandi hlekkur í verkefnum tengdum áætlunargerð, skipulagi og gæðamálum, allt unnið af yfirvegun, nákvæmni og með eindæma yfirvegun. Auk þess að sinna fjölmörgum trúnaðarstörfum í nefndum og starfshópum innan háskólans, þar á meðal vefstjórn, gæðaráði, vinnumatsnefndum og samstarfsnefndum hefur Stefán verið tengileiður við ráðuneytið í ýmsum mikilvægum málum. Hann tók, hérna stendur menntamálráðuneytið en það er alltaf að skipta nafn, þannig að við bara svona sníðum aðeins af þessu. Hann tók meðal hans þátt í undirbúningi lykiltalna, rafrænni skaðalastjórn, skipulagi námsmatsreglna og mörgum fleiri þáttum sem hafa styrkt innviði skólans og háskólastarfs almennt. Stefán er ekki bara sterkur samstarfsfélagi, hann hefur alltaf tekið virkan þátt í félagslífi HA, alltaf með bros á vör og til í flest allt. Hann var einn af stofnunum HA bandsins sem spilaði nánast öllum helstu viðburðum skólans og skóp ógleymanlega minningar. Hann samdi texta fyrir skemmtiatriði starfsfólks, spilaði gítar við ófáar samverur og var alltaf tilbúin að leggja sitt af mörkum, hvort sem það var í fyrirpartíi, eftirpartíinu eða á sviðinu. Við kveðjum Stefán með mikilli virðing og þakklæti fyrir ómetanlegt framlag hans til Háskólans á Akureyri. Við óskum honum velferðnaðar á nýjum kafli í lífinu, með vonum að gítarinn haldi áfram að hljóma og brosi fylgi honum hvert sem hann fer.
Aðalheiður Magnúsdóttir einn sem er líka að hætta en getur ekki verið með okkur í dag. Hún hóf störf við háskólann 5. september 2018 og hefur síðan þá starfað sem aðallaunafulltrúi. Í því hlutverki hefur hún boðið mikla ábyrgð á viðkvæmum og flóknum verkefnum tengdum launamálum starfsfólks sem hún hefur sinnt af einurð, afburða samviskusemi og yfirbyrða nákvæmni. Hún menntaði viðskiptafræðingur frá Háskólanum á Akureyri og lauk námi árið 2006. Þá bætti hún sig við sig diplóma í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands árið 2011 sem styrkti enn frekar stoðir hennar sem sérfræðingur á sviði fjármála og opinberra stjórnsýslu. Fagmennska hennar var ekki aðeins að finna á skrifstofunni, hún tók einnig þátt í stefnumótandi nefndastörfum meðal annars sem fulltrúi í samstarfsnefnd Háskólans árið 2019. Við þökkum Aðalheiði fyrir framlag hennar til Háskólans á Akureyri og óskum henni velfarnaðar í nýjum kafla í lífinu. Það hefur verið heiður að fá að starfa með henni. Á þessari stund líka venja heila starfsfólk sem á tímamóta starfsafmæli. Hún Sigríður Vilhjálmsdóttir á eitt slíkt. Hún gat því miður ekki verið með okkur í dag en við fögnum með henni hvar sem hún stödd í veröldinni. Sigríður lauk BA-prófi í bókasafns- og upplýsingafræði frá Háskóla Íslands árið 1989. Hún var ráðin sem bókasafnsfræðingur við Háskólann á Akureyri árið 1995, aðeins 9 árum eftir stofnun skólans og varð þar með ein af fyrstu fagfólki safnsins. Almáttu hvað íslenskan vefst fyrir mér. Árið 1996 tók hún við sem deildabókavörður og árið 2001 var hún ráðið deildastjóri skráningadeildar í 75% starfshlutfall. Árið 2022 gegndi hún einnig tímabundi starfi forstöðumanns bókasafnsins sem enn eitt dæmi trausti sem var borið til hennar og hennar víðtæku hæfni. Í gegnum tíðina hefur Sigríður tekið virkan þátt í þróun safnsins og starfi innan háskólans. Hún hefur gegnt trúnaðarstörfum, þar á meðal sem varamaður í jafnréttisráði árið 2006 og sem fulltrúi háskólasamfélagsins í háskólaráði árið 2014-2015. Þá sat hún einnig í stjórn Végerðsstaðasjóðs frá 2012 til 2017 og tók þátt í starfsmannaskiptum við háskólan í Helsingi sem á tungumálanámi í Brighton árið 2014. Sigríður Vilhjálmsdóttir hefur verið einn af máttarstólpum upplýsingaþjónustu og bókasafnsins. Hún rómuð fyrir einstaka þjónustulund og gott að leita til hennar. Hún hefur viðtekka þekkingu á rekstri bókasafnsins og hefur gengið þar í flest störf og jafnframt staðgengill forstöðumanns upplýsingaþjónustu og safnsins alls. Við þökkum Sigríði fyrir 30 ára starf og hennar einstaka framlag til bókasafnsins og háskólans í heild. Takk fyrir. Ok. Já, kæru fundagestir, þá formlegri fundardagskrá hér með lokið og ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir ánægjulega stund og vil vekja jafnframt athygli á því að hér fram í miðborg bíða okkar nú létta veitingar og samfagnaður vegna aukinna doktorsheimilda og þar mun eins og áður segi Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir segja nokkur orð og hér með segi ég þá ársfundi Háskólans á Akureyri slitið.